parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál. Landsbankinn hefur ákveðið að kaupa TM sem væri sjálfur sér ekki frásögu færandi nema vegna þess að eigandi Landsbankans er á móti því að kaupa TM. Íslenska ríkið fer með ríflega 98% hluti í bankanum og fjármálaráðherrann sem í raun heldur á hlutabréfunum er búinn að lýsa því yfir að henni hugnist þessi viðskipti ekki. Bankaráð bankans og bankastjórinn halda sínu striki og þetta er orðið pólitískt stórt og erfitt mál sem við vitum ekki alveg hvernig endar. Það er búið að fresta aðalfundi bankans heila mánuð á meðan útskýringar bankans liggja ekki fyrir. Við vitum ekki hver staða bankaráðsins verður eða nýs bankaráð sem átt að skipa, en það er alveg ljóst að þetta mál mun teygja sig inn í þingið og pólitíkina alla og við munum fylgjast náið með því hér. Ég mun meðal annars spurja sjálfan Seðlabankastjórann út í þetta hér síðar í þættinum. En það er víðar sem að eldarnir brenna. Á Reykjanesi er eldgos ennþá yfirstandandi og það virðist ætla að vara lengur heldur en fyrir gos. Það hefur áhrif á allar fyrirætlanir verkfræðinga og sérfræðinga sem að búnir er að koma upp varnargörðum hringinn í kringum Grindavík. Hraunið hleðst upp og virðist ætla að hafa þessa varnargarða undir. Við vonum að það finnist lausnir á þessu og að hægt verði að verja byggðina og best væri auðvitað ef að landrisinn undir Svartsengi og gosið sjálft myndu hætta. Það er það sem við óskum öll. En við höfum líka verið að fjalla leigubílamarkaðinn og leigubílalögin sem að opnuðu á ýmsa nýja kosti í þeim efnum. Samgöngustofa hefur reyndar viðurkennt að menn hafi verið að svindla í prófum til þess að fá leigubílaprófið, en núna er búið að gera það fyrir það. Núna mega menn ekki lengur vera með síma í prófunum og senda spurningarnar út í bæ, þaðan sem þeir síðan aftur fá lausnir á þessum sömu spurningum. Það hafa hins vegar verið gerðar aðrar breytingar sem ég held að sé til góðs, þar að segja að leigubílstjórarnir eða þeir sem vilja fá réttindi til þess að aka leigubílunum, þeir geta núna tekið prófin á ensku. Það verður hins vegar í þessu tilliti að huga því að tæknibreytingar hafa leyst á hólmi ýmis þessi vandamál. Uber, Lyft og hvað þessi fyrirtæki öll heita hafa komið með lausnir sem valda því að leigubílstjórar og farþegar þurfi ekki að tala saman. Leigubílstjórarnir þurfi ekki að kunna á gatnakerfin sem þeir aka eftir og við erum meiri sig að fara að sjá það víða í Bandaríkjunum og reyndar í Evrópu líka að sjálfakandi leigubílar munu ryðja sér braut hér á komandi árum. En það eru líka fleiri áhugaverða fréttir. Nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram breytingar á lögum listskreytingar í opinberum byggingum. Þannig eru lög í landinu í gildi núna sem kveða á það að þegar byggingar eru teknar í notkun þá ber að verja svo sem svarar 1% af virði þeirra til listskreytinga. Þetta hefur ekki verið stórt vandamál þegar menn hafa verið að taka í notkun minni byggingar, en núna sjá menn fram á það að verja þurfi jafnvel 2,1 milljarði króna til listskreytinga á nýja landsbíltalanum. Það finnst mönnum eðlilega bruðl og vonandi hægt verða að koma í gegn breytingum sem að koma í veg fyrir slíkan fjáraustur. Ef það tekst ekki, þá mætti benda mönnum á þann möguleika að nýta færið loksins og kaupa svo mikið sem einn Picasso eða Rembrandt inn í íslenska ríkissafnið. Þessar fréttir og ýmsar aðrar hér eftir skamma stund. Ég fæ þar til mín hingað þegar Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttur fyrir fjölmiðlakonur og í síðara hluta þáttarins verður Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri hér. Hann situr fyrir svörum nýjustu vaxta ákvörðun peningastefnunefndar bankans. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Við kynnum spennandi útgáfu af Sirius rjómasúkkulaði með hnetum, rúsínum og karamellumöndlum aðeins í takmörkuðu magni. Sirius, fyrir hið ljúfa líf. Amma sagði mér alltaf að peningar væru afl þeirra hlutar sem gera skal. Það er sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessar verðbólgu og háa vaxtastigi. Og það er hundleiðilegt að fylgjast með umræðarsindum. Eins og maður þurfa að vera einhver Nóbels hagfræðingur til að átta sig á samhenginu.
En stærsta kjarabóti fyrir mig kemur með minni verðbólgu og lægri vöxtum með þetta. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Orðin okkar búa yfir kröftum. Orð geta verið blíð, nærandi, huggandi. Notum orðin okkar til að uppræta hatur, ekki efla það. Hvernig notar þú orðin þín? Jæja, þær eru komnar hingað til mín í myndver. Það Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir, fjölmiðla stöllur fyrirverandi og núverandi, halda úti skemmtilegu hlaðvarpi sem að ég hlusta alltaf á. En þær starfa reyndar aðalega á öðrum vettvang í dag. Þess vegna mjög gott að fá það til þess að koma og ræða fréttir vikunnar. Velkomna báðu tvær. Takk fyrir það. Hvar voru þið í gærkvöldi þegar Ísland vann Ísrael 4-1 í fótboltanum? Ég var nú bara heima og leikurinn alltaf byrjar 8 sem svona þessi tími þar sem maður vanlega setja börn í rúmið sko. Þannig við byrjum að horfa saman fjölskyldan og svo tók ég svefnvaktina. Heyrið þeirru fram svona þegar að... Já, það fór ekki á milli mála. Getum orðað þannig að sonur minn hrökk við. Hann var svona var að festa svefn og þá komu lætur stofunni. Eðli máls samkvæmt. En þú, Nadine, hvað? Já, undir eðlilegum kringumstæðum hefði ég ekki horft á hana leik. Ég er ekki mikil fótboltakona og það er ekki mikil fótbolti hérna á heimilinu okkur. En ég var í dinner með kollegum mínum hjá Samtökum ferðaþjónustunnar og það þurfti að setja upp stóran skjá með leiknum á meðan yfir kvöldverðinum. Þannig að já, ég sá leikinn. Þannig að þið hefur það nærast og horfa á leikinn. Já. Þetta sá kannski landsleikur Íslands sem hefur svona vakið hvað blendnust viðbrögð þjóðarinnar af tveimur ástæðum. Við erum að keppa þarna við land sem stendur í harkalegu stríði á Gazasvæðinu og svo út af manninu sem er hér á myndinni fyrir aftan mig, Alberti Guðmundsssyni, sem hefur flækst inn í mjög erfið og viðkvæm mál en átti þarna eiginlega ótrúlegan stórleik. Já, ég gat einhvern veginn ekki fundið fyrir þessu sem þú lýsir allavega með þessum hópi sem ég horfði á leikinn með í gær, sko. Það var ákaft fagnað þegar hann skoraði þrennu og já, ég held að fólk hafi kannski aðeins bara gleymt allan þessari umræða meðan leikurinn var í gangi, sko. Já, það er svona gerast oft það gengur vel, sko. Önnur umræða tekið til hliðar, sko. En þetta er auðvitað sérstakt. Það var sérstakt að maður sem skoraði 3 mörk í fótboltaleik, landsliðsleik, veitt ekki viðtöl eftir leikinn og það er spurning hvers vegna það var. Kannski treysti hann sig ekki til þess. Kannski treysti hann sig ekki til þess, kannski setti KC í honum stólinn fyrir dyrnar, við vitum það ekki. Við viljum kæla einhvern veginn stöðuna. En hver er staða manna eins og Albert sem að hann er ásakaður alvarlegan glæp? Málið er fellt niður, en það fer í einhvers konar áfrýjunarferli að því að sú niðurstaði kærð. Á hann að bíða á hliðarlínu, á að setja menn bara á bekkinn, jafnvel svo mánuðu skipti í mikilvægum málum eins og þessum á hans ferli? Þetta er alltaf mjög viðkvæmt topik og erfitt að svara, sko. Ég veit það eiginlega ekki. Hvað mér finnst þetta? Hvað segir þú, Þórhildur? Ég myndi segja að þetta verði bara að vera ákveðið prinsipmál og þetta verði bara að vera skýra leikreglur fyrirfram. Það er ekki hægt að vera eitthvað að vandræðast með þetta þegar staðan kemur upp. Það þarf bara að vera búið að ákveða þetta. Og KSÍ er búið að vera í þvílíkri naflaskoðun núna í 2 ár og maður myndi halda að það væri bara komin einhvers konar áætlun og einhvers konar leikreglur til að fara eftir í svona stöðu. Já, það er eiginlega galið að það sé ekki, sko. En þetta myndast svona eiginlega eitthvað óljós svæði. Allt því að búið að fella niður málið og svo er það kært áfram. Já, en þá er málið ekki búið, sko. Nei, þau hljóta að gera sér grein fyrir því að málið sem fellt niður, þá eru aðra leiðir sem hægt er að fara, sko, og maður hefði haldið að þau myndi gera ráð fyrir því í svona sínum áætlunum KSÍ þá. En hefði hann þá átt að spila leikinn? Þetta setur mig heitt sæti hérna. Hann ætlaði að spila leikinn. Stóð sér vel. Skoraði beint úr aukaspyrnu. Og það er auðvitað allir ánægðir með það. Meira segja fólki sem vildi að við lékum ekki þennan leik við Ísrael þessu því að fyrst að við vorum látin spila á móti þessari þjóð, það var nú gott að við veltum við þá. Getur verið að Albert sé einhvern veginn svona sameiningatákn fyrir okkur fyrir stríðandi fylkingar innanlands? Það er þín orð, ég veit það ekki segja. En það hefði náttúrulega, ef það var þannig að KSÍ sett hann á stólinn fyrir dyrnar með viðtöl, þá ég myndi segja að það væri algjörlega fáránlegt. Það er bara annarkvort eða, sko. Ef hann ætlar að spila
og vera með, þá það bara afstæða KSÍ og þá hann bara all in, sko. En eins og við segjum, við vitum ekki hvort að hann hafi reynilega bara ekki treystir í viðtöl. Það er þetta begja blands. Það ekki hægt að halda og sleppa þarna. En hvað finnst ykkur eins og með leikinn sjálfan, og þetta tengist bara Eurovision líka, eigum við að draga okkur út af öllum þeim vettvangi þar sem Ísrael kemur að málum, og þá velti ég fyrir mér ekki bara Eurovision og fótbolta, heldur mögulega Sameinuðu þjóðunum og öðrum stöðum þar sem að þeir hafa málfrelsi, kosningarétt og annað. Ég þarf ekki bara utanríkisráðherra að svara þessu. Það er ekki bara að mynda... Ég kann ekki, hér setti, ég fikk þið ráðu þessu. Megum við ráða? Allavega núna. Já, það er allavega... það er bara mjög erfitt að svara þessu, sko, en auðvitað þurfum við að hafa ákveðin prinsip til að fara eftir og fylgja þeim og þora að fylgja þeim. Já. Eigum að fara í Eurovision? Já, I guess. Eitt mál sem mér ákveðlega ræði við ykkur en kemur nú reyndar líka inn á samtal mitt við viðmælanda hér á eftir. Það er þetta málvarandi Landsbankann og TM. Við lendum í því oft sem þjóð að það einhvern veginn birtast tveir ólíkir veruleikar fyrir fólki. Núna virðist almenningur vera í myrkri með það hvort að Landsbanki sé ríkisfyrirtæki eða ekki. Hver er tilfinning ykkar fyrir því? Já, er Landsbankinn ekki ríkisfyrirtæki? Það er mín tilfinning allavega. Já, ég mista mál einhvern veginn svona, það sem ég er eiginlega spáð í núna er bara hvað ætlar Þórdís Kolbrún að gera, hvernig ætlar hún að bjarga sér út af þessu. Ég meina, hún segir hérna í viðtali hjá þér að það ekki, að henni lítist ekkert á þetta fyrir nokkrum vikum síðan og hún sagði það reyndar í hlaðvarpinu Þjóðmálum hjá Gísla Frey sem síðan hafa þingmenn hver annað þver en kæstu að kalla þetta einhvern fjölmiðil. Vilji ekki nefna það á nafn. Nei, ok. En hún segir þetta fyrir nokkrum vikum síðan, en samt gerur hún ekki neitt. Ég sé þetta einhvern veginn þannig, sko, þannig að þetta er orðið einhvern veginn hápólitískt mál, sko. Auðvitað er málið pólitískt því að þannig verða að kaupa tryggingafélög og það verða ríkisvæða, það mögulega kannski ekki, en erum við kannski En síðan hvenær var ykkur eftirspurn eftir því? Erum við að festa okkur í smáatriðum, eins og í skilgreiningu á því hvort að Landsbanki sé ríkisfyrirtæki eða ekki? Ég held að umræðan endar alltaf þannig í smáatriðum, og núna er umræðan bara 100% orðin, sko, hver hefði átt að gera hvað á hvaða tímapunkti og fólk er bara að kýtast það. Og það ættir að koma betur ljós þegar að bankinn sendir skýrslu eða greinargerð til Bankasýslunnar í næstu viku og þriðjudag held ég. Ég verð að segja það að mér finnst þetta bara mjög leiðileg umræða. Mér finnst ekki gaman að fylgjast með fréttum af þessu máli. Mér finnst hún svo skemmtileg. Þarna er við ólík, sko. Ég er miklu hrifnari að til dæmis forsetaframbjóðundarum. Já, við þurfum að koma inn á forsetaframbjóðunduna. Nú steig Baldur Þórhallsson fram og maður hans Felix Bergsson í Bæjarbíói í Hafnarfirði. Á maður að lesa eitthvað í það? Af hverju í Bæjarbíói? Sko, við vorum einmitt að ræða þetta á leiðningað við Þórhildur, þegar við keyrðum saman hingað. Mér finnst þetta, sem sagt, að við erum báðar svona miklar PR-konur, sko. Þetta er ótrúlega vel framsett hjá þeim og þetta frambóð og hvernig gerði þetta allt, þetta er okkur fannst það ógeðslega flott. Já, ég gef þeim A fyrir bara framsetninguna og bara útfærsluna á því hvernig þeir gerir þetta. Það allt í einu fæ ég á Facebook innvætum að læka Facebook síðu þar sem að þeir eru hvattir til að fara fram. Og svo í framhaldinu koma fréttirnar, sko, það hafa margir komið að máli við mig, vil ekki myndi feldi, við erum að hugsa þetta, sko. Já, reyndar alveg mjög augljóst að það var búið að ákveða þetta, held ég. Þetta er orkestrar. Já, ég held það. Ég held að þetta sé allt stórt plan, svo setur hann þessa myndtilkynningin í rauninu að þeir séu að fara að tilkynna þetta. Hún er ótrúlega flott fjölskyldumynd með öllum barnabörnunum og hann er þekkt leikarapar. Þetta er svona rosa, þetta er fagurfræðilega mjög vel gert. Þeir tekja öll bóksinn þarna, sko. Svo er gaman að skoða og greina, ég er búin að skoða mjög mikið myndina, frambóðsmyndina, Baldur og Felix, hvernig Felix svona einhvern veginn er svona aðeins fyrir aftanan og samt sko svona... Já, þeir eru svona saman. Var Katrín Hertogin búin að eiga við myndina? Sko, mætti halda það. Hún er með góða hæfileika í því, sko. Og Baldur einhvern veginn svona, þú veist, er einhvern veginn í þeirri stellingu eins og sé að fara að sko ávarpa þjóðun og segja eitthvað rosalega flott og merkilegt. Þetta er allavega mjög vel heppnað, en okkar frambjóðandi samt ekki ennþá komin. Nei, við erum svolítið að bíða ennþá eftir okkar frambjóðanda, sko. Áður en ég fæ upp úr ykkur hver það er, þá langar mig til að spyrja þig, Nadine, að því að þú segir að þú telji víst að þetta hafi verið planað. Já. Ef það var planað, þá eru þeir að segja þjóðin ósatt.
ekki vont að fara á stað í forsetakosningar með því að segja að þjóðin ósætt? Það er Þó ekki það sé gott, kannski aukaatriði eins og vorum að ræða á það. Þú veist, planað ekki plana. Ég held allan, ég veit ekki hvort að þeir hafi beint kannski verið búinir að ræða það sín á milli, en ég held samt að jú, ég held að þetta hafi verið planað. Þannig hópur og þeirra fólk, sko. Mér finnst þetta ekki mjög alvarleg lygi, sko. Þegar útfæra þetta saman, þetta ekki bara svona með einum öðrum hætti þegar fólk fyrir framboð, það útfærað einhvern veginn. En svo líka, það var gaman að sjá, sko, blaðamannafundurinn byrjar þarna 12 hádegi og svo var ég bara að keyra á Miklubrautinu og þá bara klukkan 2, þá bara komið strætóskýli, auglýsing. Ekki valið sporta í þessu þetta á pipar, þeir náttúrulega kunna þessa hluti mjög vel. Þetta er mjög professional kosningabarátta. Já, þetta byrjar mjög prófað og lofa mjög góðu. En já, eins og ég segi, ég held samt að það er einhver annar eftir að koma, sko. Það verði aðeins svona komin hitt í leikinn eftir smá tíma, sko. Er þetta faglegra heldur en eins og Höllu Tómasdóttur? Nú hún að gera þetta öðru sinni, hún hélt fund þarna í Grósku. Mér finnst það miklu faglegra, sko. Ég bara, þú veist, ég reyndar bara flott hjá hann að þóra þessu, sko. Mér finnst ég ætti mjög erfitt með að tapa tvisvar, sko. En hún hlýtur einhvern veginn að vera búin að gera heimavinnuna sína. Spurðu Ásþór Magnússon. Já, nákvæmlega. Kannski er hún næsti Ásþór. Kannski er hún að fara framlega næst. Hún verður bara alltaf í hana búin. Alltaf, já. Það getur við ákveðin yfirlýsing. Hún fekk margar áskorunir í þetta, sko. Hún fekk margar áskorunir. Hún var á mikilli siglingu undir lokin og nálgaði Guðna óðfluga. Maður man bara á kosninganóttina þegar fyrstu tölu báru. Já, frá Suðurlandi. Já, og Guðna var brugðið. Menn voru bara ekkert vissir það hvernig landið lægi, þó að síðan hefur komið í ljós að Guðni hafði þarna verulegt forskot. Já. En hún fór fram úr skoðanakönnunum. Þetta gekk mjög vel hjá henni og Eva... Hún er svolítið eins og Framsóknarflokkurinn. Mögulega, já. Alltaf einhver óvænt ánægja þarna. En mögulega ef kosningabaráttan hefði verið aðeins lengri, þá mögulega hefði þetta gengið betur hjá henni, sko. Kann að vera. En þetta gekk auðvitað mjög vel og hún hefur auðvitað mjög margt. Hún hefur þessa alþjóðlegu reynslu, hún hefur komið víða að í atvinnulífinu, það er hægt að segja hún er svona ákveðin fulltrúi, kannski atvinnulífsins að einhverju leyti, sko. Mjög frambærileg kona og auðvitað bara hefur gáð nýlega út bók og bara hefur fyllt í þetta, algjörlega. Þetta eru glæsilegi kandidatar og fleiri konur fram, Arnar Þór Jónsson og fleiri svona alvöru kandidatar sem að maður lefur sér að segja, fólk með öfluga menntun, öfluga bakgrunn. En við meðum heldur ekki gleyma ísdrottningunni. Nei, það er rétt. Hún er safnundirskriftu. Hún er okkar kona, sko. Við tókum að hugsa hana. Í 2 sekúndur. Í hvert voru það að vísa, en jú, ég skil. Hún er mikil vinkona okkar. Hún er vinkona okkar, sko. Styðið þið hana? Ég ætla bara að leyfa mér að segja að við styðjum hana. Já, þar hann ekki verið ljós. Ég er ekki að skrifa undir fyrir neitt frambjóðanda, sko. Ég ætla hans að gefa mig betri tíma í það. En hún var með svona smá innkomu á Facebook-síðun sinni og mér fannst það bara, hún hefði bara ýmislegt til málun að leggja. Hún sko vill í fyrsta lagi glamúr á Bessastæði. Ég segi ekki neitt af því. Það er bara allt í lagi. Og hún er algjör sigurvegur og Ásdís Rán. Hún lætur sig, fátum finna sko öðrum finnst hana. Það skiptir hana engu máli. Hún fer sínar eigin leiðir og hefur bara náð mjög góðum árangri í því sem hún hefur tekið sér fyrir hendur. Er hún ekki þyrluflugmaður? Hún er þyrluflugmaður. Hún er geggjuð. Já, hún lenti sko bara fyrir nokkrum árum í mjög alvarlegu slysi og var í hjólastól. Það er ekki til fórnarlambi í henni. Hún er algjör winner, sko. Já. Við erum aðdáendur. Já, ég heyri það, en þið eru svona að gefa þeir skyn að það sé von á öðru framboði, einhverju alvöru framboði sem að geti rist upp í kosningabaráttunni. Já, ég kann ekki fara fram. Hefur við ekki heyrt einhverja orðum það? Já, haldið það. Mér finnst ég er alltaf að heyra fólk að segja að það hafi áreiðanlegar heimildir fyrir því. En getur hún skilið ríkisstjórnina eftir í rúst og orkuskort í landinu? Hún þarf að vera þá við kertaljós á Bessastöðum allavega næstu 4 árin. Sko, ég held að fólk sé ansi fljótt að bara gleyma þessu. Hún er með eitthvað persónutöfra, það er eitthvað fólk dýrkar hana sem persónu, þó það sé ekki sammálun í pólitík, þó það sé reitt út í eitthvað ákvarðanir og eitthvað sem hún hefur gert í þessu embætti, þá held ég að fólk sé fljótt að gleyma. Það er bara eitthvað hún er bara með eitthvað svona persónutöfra, hún talar og fær fólk með sér og er það ekki það sem forsetinn á að gera? Standa fyrir. Ef hún fer fram, haldið hún vinni? Já. Það sé gefið? Já. Ég held sko, hún geti farið fram bara daginn áður en að fresturinn liður, já. Og hún þarf ekki að kynna sig, það veit hver einn og einasti Íslendingur hver Katrín Jakobsdóttir er. Sko. En haldið að séu þarna einhvers staðar, að því að nú er búið að velta upp ýmsum nöfnum, en það er enginn sem einhvern veginn smellur inn í hugmyndina forsetembættið. Mér finnst hún smellin í hana.
Þrátt fyrir þetta sem hún nefnir, sko. Og hún auðvitað forsætisráðherra, en hún auðvitað líka mjög umdeild í pólitík, hún stýrir flokki sem með innan við 5% fylgi, en það engin annar einhvern veginn við sjóndeildarhringir sem kannski var Ólafur Jóhanns á kandidat. Já, ég græt það svolítið, hann hafi ekki farið fram. Hann hefði verið minn maður í þessu, hann hefði verið flottir, sko. Þú hefði stutt hann? Ég hefði stutt hann, sko. Já, ég lefum bara að segja það. Þannig að þú bara skipti frá Ólafur Jóhanni fyrir forstjóra Sony yfir í Ásdísi Rán. Já, ég meina þetta persónutöfrar bara. Ef fólk hefur þennan X-faktor og maður hefur trú á því sem það er að gera, þá skiptir kannski bakgrunnurinn ekki öllu. Nei, mér finnst líka bara að skipta öllu máli að hafa svona eitthvað glæsileika, sko. Ég er mjög hrifin af því, sko. Ég fá eitthvað rosalega, fáað yfirbragð og glæsileika á besta stæði. Sakniði Ólafs Ragnars? Hann hafði glæsileika. Hann hafði það. Það er alveg... Og Dorrit og Guðrún Katrín. Og Sámur. Er ekki komin einhver klónur? Heldur betur. Í Mosó, hann bara er með þeim í Mosó. Það var eftirminnilegt viðtalið við Kára Stefánsson þar sem hann þakkaði Dorrit fyrir að hafa klónað Sámen, ekki Ólaf. Það var mjög gott. Mjög gott. En ég svona held svolítið í vonuna að það sé eitthvað valdkartan úti, sko. Það kom einhver góður fram. Einhver annar enn Kata, sem sagt. Sko, já. Hver ætti að vera? Ég er að reyna að trúa á kraftaverkin. Það kom eitthvað fram sem að við fáum svona ljósaperu moment. Slíkt getur hent. Það getur gerst. Í litlu landi. Og hlutinni gerast mjög hratt á Íslandi. Það er auðvitað miklu auðveldara hér á Íslandi að ná kynningu hratt og vel heldur en í Bandaríkjunum, Þýskaland, það er annar staðar sem vera vill. En þetta er einhverjir 40 manns núna sem eru að safna undirskriftum á Ísland.is. Sko það er eitthvað rugl í gangi, er það ekki? Jú, svo er það fólk er eitthvað heldur að sér skrifa undir en í rauninni eitthvað að bjóða sig fram. Mér finnst það alveg geggjað. Sumir segja að það ættu bara allir að vera í framboði. Svo myndum við bara að skrifa nafn viðkomandi. Af hverju ekki? Á Íslandi er allir jafnir. Gæti svolítið flókið að vinna úr því svona tölfræðilega. Þú fengir ekki yfirbúra kostningu, ég held að enginn einn fengi einhverja góða kostningu, en svo sem hefur það heldur ekki verið síðustu árin, sko, að einhver einn sem yfirbúra kostningu. Það hefur ekki verið, ég meina, nei, Ólafur fekk nú meira afgerandi kostningu en Vigdís Finnbogadóttir til þess 1980 og það má færa rök fyrir því að ef við höfum verið með seinni umferð eins og er við líði í mörgum löndum. Eins og gert í Eurovision og er mjög umdeilt. Kostar milli tveggja efstu, þá er ekki víst að Vigdís hefði unnið Guðlaug Þorvaldsson 1980. Ég veit að þið munið þetta eins og gerst hafi í gær. Já, enda bara 10 árum áður en við fæddust. Já. Þið megið ekki bjóða ykkur fram. Nei, því miður, ekki ennþá. Þetta eru bara mannréttindabrot að mínum að. Já, við vorum með þetta að ræða þetta. Já. Getum við ekki búið okkur fram saman? Já. Eins og Baldur og Felix? En þið þurftum að vera giftar? Já, það má ekki vera saman. Ég held að ég þurfa að ræða við 2 menn hérna út í bæ að það gerist. Já, einmitt, það geti gerst, já. Mér langar til að ræða við ykkur. Ég er alltaf úti að labba með hundi minn og þá hlusta ég gjarnan á eftirmál sem er hlaðvarpsþátturinn ykkar. Það sem þið eru að fara yfir fréttamál, sum talsvert gömul, önnur tiltölulega ný. Hvernig kviknaði hugmyndin að þessu efni? Er þetta nostalgía eftir að þið fóruð úr fjölmiðlunum? Já, klárlega. Við fórum úr fjölmiðlum á bara mjög svipuðum tíma. Það var einhverjum 2 mánuðir á milli, Þórhildur að vera RÚV og ég var Stöð 2 og áttum mjög erfitt einhvern veginn með að slíta okkur algjörlega frá þessu. Við vorum alltaf eitthvað að tala saman og bara hvað getum við gert og okkur langar svo að gera eitthvað saman. Við náðum einhvern veginn aldrei að vinna neitt saman, sko, og erum svona mikla vinkonur og með áhuga á svipuðum málum. Já. Og svo bara fengum við þessa hugmynd, Þórhildur hlusta mjög mikið á hlaðvörp og svona erlend hlaðvörp og já. Eru þið fyrirmyndir að þessu úti? Ekki beint. Svo blanda svona true crime og fréttaskýringum. Spjall. Já. Við erum bara báðar ótrúlega hrifnar á svona þessum mannlega faktor í fréttamálum og bara kemur í ljós að almenningur er það líka. Það er alltaf eitthvað svona sammannlegt sem þú tengir við og svona þegar við unnum báðar í fjölmiðlum þá var það oft nálgun sem við tókum báðar. Þannig að við svona sáum þetta svolítið svipað og ég hlustaði á mörg hlaðvörp, sko, sérstaklega amerísk, bandarísk og það er oft svona einmitt verið að draga fram, sko, sögu einhvers eins sem kemur að málum einhverjum hætti. Sjónarhorn úr óvæntir áttum. Já, til dæmis. Þannig að ég var svolítið heilluð af því og svo bara þróaðist þetta svona. Og svo líka bara, þú veist, þetta eru mál sem við kannski fjöllum á sínum tíma
höfðum óslega mikið áhuga á og svo bara eru fréttur oft þannig og það fjalla óslega mikið eitthvað mál, svo líður ykkur ár og bara hvað gerðist svo, skilur við, hvert var framhaldið? Einhver eftirleikur sem kannski vekur ekki smikla athygli. Nei, og bara fólk ekkert að láta fjölmiðla vita að það sé komin einhver nýr vinkill eða eitthvað nýtt í málið, sko. Þið hafið talað meðal annars mannskvörf í nýlegum þætti Rauðagerðismálið, aftökuna í Rauðagerði, þar auðvitað ræði við aðstandenda hins látna, en þeir eru líka að fjalla þeir að nafngreina menn sem eru ennþá virkir í samfélaginu. Er þetta ekki taugatrekkjandi? Er þetta að taka áhættu með því að ýfa þessi málu upp? Við erum öllu vanar í þessu, sko. Maður er fljótur einhvern veginn að hætta að vera smeykur þetta, sko. Ónæm? Já, ég held það, sko. Og þú veist, við erum alltaf pössum okkur alveg, en það er rosalega frelsi samt að vera ekki bundin við neitt fjölmiðil, sko. Og við erum ekki að fara eftir neitt ritstjórnarstefnu og við bara ráðum þessu svolítið sjálfar, sko. En það er einhvern veginn svona reynslan og við vitum alveg, þú veist, það er einhver lína sem við förum ekkert yfir hana, sko. En það er svo gaman fyrir okkur einhvern veginn að geta, þú veist, dreigið persónun okkar inn í þetta og sagt hvað okkur raunverulega finnst málin, sko. Það er mikil breyting. Það er það sem þið gátu ekki gera sem fjölmiðlamenn? Alls ekki, sko. Það er líka eftirminnilegt viðtal sem þið tókuð við konu Katalínu Ngogo, en ekki? Og þarna þetta mansalsmál og þetta vændismál þarna niður á Hverfisgötu. Ég man bara ekki að vera í ræktinni þegar ég hlustaði hana þátt og þó það sjálfs nú kannski ekki á manni og þegar þið náðuð viðtalinu við hana, þegar hún allt í einu kemur bara í dag í samtal við ykkur, hvernig er hann á sambandi við þetta fólk? Heyrðu, þetta var alveg erfitt og við bjuggumst ekkert við að ná í hana, en við hugsuðum með okkur að það mætti nú alveg láta að reyna á það samt og það væri bara svo áhugavert að heyra í henni, bara hvar er þessi umtalaðasta kona ársins hvað, 2009? Jú, var ekki 2009? Já. Það var bara ekkert í fréttunum að Katalína Ngogo. Og bankahrunið. Já, einmitt. Það hefur kannski verið kærkomið breyting að hafa eitthvað annað til að tala um bankahrunið, sko. En við bara veltum þessu fyrir okkur. Hvar er hún? Býr hún á Íslandi? Hvað er hún að gera? Er hún komið með fjölskyldu? Og við settum okkur í samband við 2 menn sem skrifuðu bók um hana. Og þeir voru með svona kontaktupplýsingar á hana, símanúmer og fleira og höfðu samband við hana fyrir okkur upphaflega. Og þá var hún alls ekki sátt. Hún vildi alls ekki við værum að fjalla þetta. Var alveg brjáluð og sendaði mér skilaboð á Facebook og bara beðið mig vinsamlegast að bara koma ekki inn nálægt þessu máli og við ættum sko eftir að sjá eftir því og eitthvað svona, sko. Þannig að við bara ok, þú veist, við fjöllum bara með þetta án hennar og tökum eitthvað annan vinkil. Nema svo bara allt í hinnu hefur hún samband og bara rosa til í viðtal. Hefur frumkvæðið því? Já, allt í hinnu bara skiptur hún skoðun og bara er alveg til í þetta. Í þessu viðtali, þar upplýsir hún það að hún stendur enn í glæpastarfsemi á Íslandi. Hún er ekki rétt skilið? Jú, hún sagðist vera með einhverjar 5-6 konur hérna sem að hún gerir út og bara stolt af því, sko. Já. Sem er náttúrulega pínu magnað að segja þetta, hún er mjög svona, segir hlutina bara eins hvað hún er að hugsa, sko. Hún er ánægð með hann unga mann sem hún er komið með út í Hollandi. Hún heldur betur, hún er eina eignast barn. Hún er samt ekki ástfangin af honum, heldur ástfangin af sjálfur sér. Já, eins og hún orðaði það. Kemur ekki sérstaklega óvart kannski. Nei. Hún er mjög skrautlegur karakter. Ég eiginlega mæli bara mjög mikið með hlustun á þennan þátt, sko. Hann er skemmtilegur. Núna nálgast páskarnir, þá breytist nú svona aðeins takturinn í fjölmiðlunum. Hver verða stóru fréttirnar í næstu viku á Íslandi haldið? Sko fyrir utan það að við höldum að Kata Jak sé kannski að fara fram og ég held að geta alveg komið í næstu viku. Þó hún þyrfti ekki að gera í næstu viku. Ég veit ekki, mér finnst það bara eitthvað típist. Fyrir páska fær fólk að melda þetta páskana og svona. Fermingarnar. Já. Eitthvað til að tala um þar. Svona aðeins á persónulegum nótum, þá held ég að frétt næstu viku verði svo að bíllinn minn seljist. Já, Outlanderinn. Það kemur skemmtilega óvart. Það kemur skemmtilega óvart. Ég er að vona ég er svona manúfesta að það verði frétt næstu viku. Marta María mun taka það upp. Marta María er alltaf að spyrja okkur hvort bíllinn sé seldur. Þetta er auðvitað stórt frétt að bíllinn sé á sölu. Þessi 3 milljón króna fjölskyldubíll 2019 orgar. Sem að maðurinn hefur sagt að sé besti bíll í heimi. Þetta er besti bíll í heimi, já, og þú spurðir hann af hverju myndi einhver selja besta bíl í heimi. Já. Og það er bara því að við erum besta fólk í heimi. Og dragi þá heldur úr. Já, en þessi fréttana mörtu að við verum að selja bíl er þetta frétt sem að bara ég hef séð, sko. Ég segi þetta ekki oft. Mikið lesin. Já, allt er náttúrulega galinn. Eins og allt annað sem frá henni kemur. Já, það er svoleiðis. Þú að selja bílið þinn?
Heyrðu, ég reyndar á höttunum eftir nýju bíl. Já. Ég bara best að segja frá því hér. Hvað ertu að hugsa rafbíl eða blending? Ég svona á báðum áttum með þetta. Ég á blendingi í dag. Já. Það bara fínt. Já. En við búum auðvitað á Íslandi og það kalt hérna og þá dugir rafmagnið. Jú, ekki verið umhverfisóði, þá rafmagn. Nei, ég sé að mér. Já. Ég vona það. Ég að hugsa þetta. Ég fæ kannski einhver góð ráð frá Nadín í þessu máli. Rétt í lokin, það var auðvitað önnur frétt Lena Helgi. Birgir Jónsson, forstjóri Play, yfirmaður þinn. Hann lét af störfum og Einar Örn, stærsti hlutafélagsins og stjórnarformaður, hann tekur við. Þetta er svona að vera að blenda tilfinningar. Er ekki Birgir búinn að vera vinsæll meðal starfsfólks? Jú, Birgir náttúrulega algjörlega frábær og við hefum unnið mjög náðið saman þannig að það verður mikil eftirsjá á honum. En á sama tíma rosalega svona, erum við rosalega spennt að fá Einar einhvern veginn, hann er bara búinn að vera stór hluti af þessu ævintýri frá upphafi, hann þekkir hann rekstur út og inn. Búinn að leggja mjög mikið undir mitt, þannig að þetta er svona, og var að leggja meira undir núna, sko, þannig að þetta er bara alveg réttur tímapunktur að mínu mati fyrir þessi forstjóraskipti. Birgir náttúrulega búinn að gera stórkostlega hluti, hann tekur við þarna alveg í byrjun 5 manns að vinna þarna, nú þetta orðið bara 3 árum síðar, eitt stærsta fyrirtæki landsins, 550 starfsmenn, 550, þannig að þetta er ekkert smáræði og ég held að það komi bara einhver svona ferskur kraftur og með Einari, þannig að fólk er spennt en á sama tíma leiðilegt að kveðja Bigga. Þú ert í fæðingarólofi, þú ert að fara að byrja með sjónvarpsþátt í haust, ert að hætta á Play? Það er margir að spyrja því. Alls ekki, margir að spyrja því? Nei, ég er ekki að fara að gera það. Nei, þá er það komið á hreint. Þá getum við bara að fara að róla inn í helgina. Já. Gaman að fá ykkur hér í settið, Þórhildur Þorkelsdóttir og Nadín Guðrún Jaki. Takk, gaman að koma. Takk, gaman að koma. Og gleðilega páska. Já, gleðilega páska. Hér eftir örskamma stund Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Lífið snýst auðvitað fólkið sem er í því. Bara fyrst og fremst að vera til, anda og bara gefa af sér til samfélagsins. Ísland er paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. Við berum öll ábyrgð á því að enginn líði skort. Það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið. Og stærsta kjarabótin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara 1% stig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Verum samtaka aukna hagsæld. Komið sæla 9. Í ágúst síðastliðnum ákvað peningastefnunefnd Seðlabankans að hækka stýrivexti 0,5% og þeir fóru í 9,25%. Þeir hafa haldist þannig alveg óbreyttir síðan, en á miðvikudaginn síðasta þá kom peningastefnunefndin aftur fram og tilkynnti nýja vaxtaákvörðun. Ýmsir höfðu væntingar að núna myndi vaxtalækkunarferli hefjast, en þeir urðu fyrir sárum vonbrigðum sem töldu að þannig væri í pottinn búið. Nefndin virðist ekki í bráð ætla að lækka sína vexti. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, hann er formaður nefndarinnar og hann er kominn hér í settið til mín og ég ætla að ræða við hann þessa ákvörðun, hagkerfið og fjármálastöðuleika og ýmislegt fleira. Velkomin Ásgeir. Já, þakka þér fyrir. Það voru ýmsir sem höfðu orðið væntingar að þið myndu lækka, voru kannski að tala að þetta myndi lækka 25 punkta eða eitthvað slíkt, en þið eruð bara först í staðinu. Já, enn sem komið er og 9,25%, það er mjög hávextir, en við höfum líka að tala mjög heitt hagkerfi. Íslenska hagkerfið óx 20% á 3 árum, þannig að 21, 22, 23 og það er einhverlega bara mjög mikill þrýstingur, sko. Og þá gerðið náttúrulega þessi kjarasamningar, allir hinn almenni markaðir er búin að semja mestu leyti, en blekið bara rétt orðnað og við eigum eftir að sjá samningarna klárast, ganga yfir allan markaðinn. Á opinbera markaðinum. Meðal annars líka og á háskólamenntaða og líka svona ýmis framkvæmdir atriði eins og varandi nýja ríkisfjármálaáætlun sem þarf að koma fram og ýmsar hluti. Varpaður öndinni léttar þegar að almenni markaðurinn kláraði sína samninga með þessum hætti til 4 ára? Já, sko það
eins og Íslandi þá í rauninni nauðsyn að gera svona stóra samninga. Það í rauninni eini leiðin til að halda þetta stöðugleika á vinnumarkaði. Komið veg fyrir höfrungarhlaup? Komið veg fyrir höfrungarhlaup og svona einhverju leyti stjætti erjur líka og líka til þess að tryggja stöðugleika. En þetta voru hófsamar samningar samanborið það sem voru áður en þetta samt töluvera hækkanir. Opinberi markaðurinn og háskólastéttirnar, þær hafa illt sig í fjölmiðlum og sagt að þetta sé ekki nóg, jafnvel þó þetta séu prósentuhækkanir en ekki krónutöluhækkanir eins og verkalýðsforystan hafði að mörgu leyti kallað eftir. Hefurðu væntingar að menn muni setjast niður og undirrita samninga á sömu forsendum og þarna var lagt upp með? Ég held að allir hafi væntingar það og annars veit ég ekki. Seðlabankinn náttúrulega ekki aðilar þessum samningum en með það sem hefur gerst á síðustu árum með það að það hafi verið krónutöluhækkanir. Launabilið held ég hefur minnkað verulega og það líka gerist það að það har verið mikil eftirspurn eftir þarna óhaglaugum störfum. Það hefur valdið þrýstingi þar þannig að og það náttúrulega eins og sagði áðan þegar efnahagslíf vex 20% sem rauninni alveg fáhert ef ekki óhert fyrir þróa ríki eins og við erum þá bara byggist við spenna og það það sem við sjáum spennu mjög víða, það skortur á húsnæði innviðir landsins einhverju leyti það reynir á þá. Atvinnuleysi í lágmarki í öllum samanburði? Já, og líka bara okkur fjölgað mjög hratt og það gerir kröfu eins og sveitarfélögin byggja upp skóla og þjónustu þannig að saman tíma þetta að segja þetta sé náttúrulega framfarir, það framfarir að vaxa svona hratt. Lífsgæðin aukast með því? Já, en það veldur nú líka síðan þrýstingi og við Seðlabankinn einhverju leyti hvernig við orðað það, síðasta stöð. Við þurfum að bregðast við þurfum að hækka vexti. Aðrir aðilar taka ákvarðanir og Þið eru viðbragðsaðili, eins og Björgunarsveitin? Ég veit ekki hvað þetta orðað þannig, en ég meina við þurfum að bregðast við, ef það myndast svo mikil þrýstingur í kerfinu þá þurfum við að bregðast við og það svolítið ekki bara peningastefnan, því að nú hefur Seðlabankinn 3 stoðir, 3 þætti umboð, bæði hvað var fjármálaeftirlit, fjármálastöðugleika og peningastefnu. Og Seðlabankinn náttúrulega sameinaðist fjármálaeftirlitinu 2020 og það sem við höfum lagt mikla áherslu á að reyna að samþætta þetta. Það hefur eitthvað heppnast mjög vel. Okkur hefur heppnast að halda aftur af skuldsetningu, halda aftur af þenslu í fjármálageiranum. Þó að það hefur gengið mjög vel í fjármálageiranum, þá hefur ekki verið þensla. Við höfum sett lánþegaskilyrði og fólk, takmarkað lánveitingar. Gert fólki erfiðara fyrir að kaupa húsnæði? Allavega til þess að fólk þurfti að eiga eigið fé og hafa tekjur til þess að taka lán. Já. Og það var líka til þess að koma veg fyrir að fólk myndi reisa sér hurðar á sem öxl. Mér langar til að spyrja út í ummæli sem að Rannveig Sigurðardóttir varaseðlabankastjóri lét falla þegar þau voru að kynna vaxtaákvörðun á miðvikudaginn. Þar nefndi hún það að við skammtímasamningana í fyrra að þá hefðu þær hækkanir flætt út í verðlagið og verðbólga skotist upp í 10,2%. Eru þið skítrædd það að þessar hækkanir sem að við sjáum núna í kjarasamningunum muni skjótast út í verðlagið á komandi vikum og mánuðum? Sko það alltaf þessi hætta fyrir hendi bara að því að núna eru verðbólguvæntingar mjög háar. Það myndi telja það veri okkar helsti vandi hvað verðbólguvæntingar eru háar og það eykur alltaf líkurnar því að launahækkunum veri velt út í verðlagið. En sko þarna fyrir árið síðan það kom margt á saman tíma, gengi krónunar lækkaði 10% í nóvember, hefur rétt sig á síðan. Það kom þessi samningar sem voru allt of háir og annað og ég held að þessi samningar sem voru gerðir fyrir árið síðan þeir höfðu ekki trúveruleika þegar að segja að ég held að í lengin þessu skrifuð undir og held ég hefur raunverulega ekki trúað því að þau myndu valda verðstöðuleika og þess vegna komið þeir strax fram í verðbólgu. En þið eru dálítið tvísaga þá samninga. Þú segir núna að þeir hafi verið allt of háir, kom það í ljós eftir og þeir voru allt of háir eða voru þið bara vörpuðu öndinni of létt eftir að þeir lágu fyrir þannig í byrjun árs í fyrra? Já, þannig að það er eftir okkur að hafa
hafa skoðan þegar samningunum, þeir voru skammtímasamningar, einhverju leyti vegna þess hvað verðbólga hafði hækkað mikið. Ég er líka formaður fjármálastöðugleikanefndar og þau ummæli sem ég lét falla var það að þeir voru góðir fyrir fjármálastöðugleika, að það væri ekki verkfall. En þá lá endilega ekkit, það var ekki búið að klára þá og það lá ekki endilega fyrir mat á þeim hvernig það kemur fram. En það sem kannski var slantið á samningu líka að það var svo stór bakreikningur. Það er að segja að það tók langan tíma og þannig að fólk fékk einhverja mánuði, jafnvel eins og Efling, reiknaði tilbaka. Og fyrir mörg fyrirtæki held ég að það veri bara töluvert áfall. Og þannig hafðu þurft að skrúa verð á vöru og þjónustu? Já. En svo kom aftur í spurningunni, ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig samningarnir fari og eða hvernig þeir veri framkvæmdir og einhvern veginn allir leggist á eitt. Var ykkur þá ómögulegt að byrja vaxtalækkunarferlið fyrr en að þið sjáið alla undir þetta? Eru þið að setja þrýsting á markaðan að segja hér munu vextir ekki hreyfast fyrir menn eru búin að undirrita samning á þessum forsendum? Nei, kannski sko, já og nei, en hins var kannski bara mjög mikilvægt að... Já og nei er mjög vont svar. Nei. Já, nei eða já, eins og segir nei, ég meina, sko það þannig... Það er Eurovision textin. Eurovision textin, eins og skálduð orti. Sko það þannig að með við hvað verðbólguvandir eru háar og þú bara sér síðustu mælingu sem var 1,3% hækkun, svo til þess að sveitarfélögin hækkuðu ekki gjaldskrá í janúar, þau gerðu það bara í febrúar. Og saman tíma til þess að húsnæðis verið að hækka og það bara skipti máli að við hefðum vaxtalækkunarferli þegar með sæmilega trúverðum hætti þannig að það liggi fyrir að þetta sé að fara að smella. Og það er mjög óheppilegt að ef verðbólga á að fara að lulla áfram á einhverja svona hraða kringum 5-6% sem dæmi. Verðbólga er ennþá 6,6. Og En hvernig lestu í því þá til dæmis bara svona tölulega staðrendir? Þið tilkynnið þetta á miðvikudagsmorgni, verðbólguálagið það jókst í kjölfarið, hlutabréfamarkaðurinn tók mjög neikvætt í þessa niðurstöðu. Eru það að valda fólki vonbrigðum sem að fólk á rétt á að sýna með þessum hætti? Já. Eða markaðurinn? Mögulega er að valda fólki vonbrigðum en á saman tíma held ég það að ég held reyndar að umræðan hafi verið tiltölulega skilningsrík mörguleyti. Þú hefur ekki orðið óvinsælasti maður í Íslandi eins og þú varst farin að búa það undir? Sko, það var nú langt síðan það gerir sko. Nei, mér fannst að einhver hluti ríka skilningur á þessu. Ég veit að þessi verkefælisherfingin var ekki ánað, en allavega flestir þar sýndu sig ákveðin skilning. Þeir gera sig, og þetta líka er náttúrulega fólk sem vant að semja og þekkir markaðan vel og átta sig á því að það er bara hálfu sigur, það ættir að semja fyrir alla markaðin. Forseti Alþýðusambandsins steig mjög varlega til jarðar, formaður VFR, formaður stærsta stéttarfélagsins, hann undraði sig á því að það var ekki óeirðir á götum úti. Nei, hann verður að eiga það við sig, en það er bara mjög mikilvægt, núna er það þannig að þessi samningar eru þannig að það kannski bara að semja lægri launahækkanir heldur en verðbólga er. Verðbólga er 6,6%, grunnhækkunin á að vera kringum 4%, þá kannski verið meir, ég veit það ekki. Og það er ákveðið traust sem felst í því og það skiptir bara miklu máli að launamenn eru að taka á sig byrðar með þessu? Ég meina að þeir hljóta að treysta því að verðbólga gangi niður. Og það er verðbólgan sem vandinn, vextirnir okkar eru vegna verðbólgunar og þannig við þurfum að ná tökum verðbólgunni, þannig að ég hef litið á þannig við værum að reyna að tryggja þessa samninga. En Þú segir að verðbólgan sé vandinn, sumir horfa á vextina, þá er eins og að sumir, meðal annars fyrrnefndu formaður VFR sem að það var eins og að þeir hefðu í himinhöndum gripið þegar Jósef Stiglitz kom hér daginn á ráðstefnu og hélt fram að þið verðið að gera allt rangt í vaxtamálum. Þið ættuð að hafa vextina miklu lægri heldur en raun ber vitni. Já, en Hvað eru þið menn til þess að andmæla sjálfur Nóbelsverðlauna hafanum? Já, en ég sjálfsögur hef ekki endilega, ég held að Stiglitz hef ekki gert neina greiningu í íslenska hagkerfinu eða skoða hvað er að gerast hér. Og þó mun fá Nóbelsverðlaun þá leysir það ekki menn undir þeirri skyldu að rökstyðja það sem segja. Verðbólgan hér, Ísland er í algjörlega á báti með Bandaríkjamenn.
það sem bara mjög hraður hagvöxtur og í rauninni mikil þensla í kerfinu sem stafar bara af hröðum vexti. En stýrivextirnir hjá þeim eru hvað 5,25%? Já, það rétt. Þeir eru ekki jafn standinu sem við. En eins í Evrópu þar einhver leyti þetta framboðsmál. Það að segja að það verðbólga en samdráttur. Og sem mjög eitruð blanda. Sem mjög eitruð blanda og lífskjör fólks í Evrópu bara að lækka verulega og mögulega stiklist frekar að tala það en ég geti segið það að hann í þessu tillíki með við hagfræði heiminn úti þá þessi skoðun algjörlega jaðarskoðun. Á jaðarinn. Og það liggur alveg fyrir og fólk getur bara fólk getur bara tekið þessi höfuleikum. Nú stýrist nú okkar 9,5. Hvað myndu bara taka niður í 4%? Hvað haldið það myndi þá gerast? Hagkerfið myndi þá bara rjúka aftur á stað. Húsnæðismarkaður myndi rjúka aftur á stað. En þú segir að sé samdráttur í Evrópu og mjög víða sjáum við það og ef ekki væri fyrir offitulyfin hjá Novo Nordisk þá var Danir meiri síðan. En segðu mér með hagkerfið hér, þú nefnir þessa tölu og þeir hefur orðið tíðrætt það við vaxum 20% á 3 árum. Ég er mjög snöð vera sjálfum vera alveg ótrúlega. Sem mjög merkileg tala, en þið eruð að halda vöxtunum í háum og þið keyrið á þetta upp á síðustu ári. Eruð þið ekki orðin hrædd það að það verði snögg kólnun og við reynda að sjá það í tölunum að hagvöxturinn fer mjög minnkandi. Getur ekki verið að þið séu að rífa of hart í bremsuna þegar að stýrivextirnir valda því að lítil og meðalstór fyrirtæki eru kannski farin að borga 17% vexti af sinni fjármögnun inn í bankakerfinu. Það er rétt, það svo hægt alltaf verið hendi. Er ekki erfitt að vinda ofan af því ef þú er komin með þá stöðu sem að þú nefnir í Evrópu? Það er að segja að háa stýravexti og verðhjöðnun eða samdrátt. Ég mætti að sjá það en ég bara að segja það samt þó ég hef talað það síðustu mælingar að heildarmyndin í hagkerfinu mjög góð. Það er að segja við erum að sjá aðlögun í þjóðarútgjöldum það er að segja einkaneysla minnka. Fólk byrjað að spara og við sjáum það alveg að Seðlabanki malar svo köttu þegar hann heyrir aukinn sparnaði. Já, og þannig við sjáum það að það byrjar að safnast fyrir peningar inn í bönkunum. Lausvaxtaðir að hækka verulega því að fólk bara leggja peningin í bankan ekki eða við erum að sjá útlutning hækka verulega. Við erum að sjá viðsetta afgang og þannig að þetta rétt á réttri leið og það kann vel að vera að eins og með ferðarþjónustuna, hún eitthvað leyti rak áhrifin á hagvöxt á síðust ári og árið þar undan en ég held að mögulega mun ekki vera jafn mikill vöxtur hjá ferðarþjónustunni á þessu ári og það kannski ekki bara vegna þess að aðstæðu Ísland heldur bara það almennt sé held ég að ferðarlegu fólks að fara að minnka það ákváðu allir að ferðast eftir COVID og það alveg möguleiki að hagkerfið kólnir hraðar. Og hvað gerir þú þá? Þá bregðust við bara hraða við með því að lækka vextir hraðar. Og hins vegar það sem líka Ísland ekki skuldsett og ég veit að ástandið mismöndum milli atvinnugreina en við erum að horfa á íslensk fyrirtæki eru tiltölulega vel fjármögnuð. Ég veit sum fyrirtæki eru fyrir miklu áfalli í COVID eins og ferðarþjónustan. Þurfti að þola þarna með erfiðan tíma en Ísland ekki skuldsett sem bæði gott og vont peningastefnan byggir því að gera það dýrt að fá lán. Þannig hagkerfið tiltölulega sterkt það gríðarlega mikið tækifæri sem eru til staðar en ég veit að það þessi þegar maður tekur ákvörðun eða við tökum ákvörðun og heil nefnd sem gerir það, ekki ég einn og 2 daga fundi, það hlýtur að vera mikið þrekraun. Já, ég meina þegar maður tekur svona ákvörðun það alltaf mögulega ákvörðun röng, mögulega þarf að bregðast við. Stýrivextir hafa þann kost að það hægt að breyta hann tiltölulega fljótt, þetta tiltölulega auðveld aðgerð. Miðlunin góð, bankakerfið hefur elst mjög mikið og miðlunin ekki síst góð út af óverðtryggða hlutanum. Já, það heldur því lengst af fram að það væri mjög gott að við værum öll að færa okkur í óverðtryggð lán því að það myndi miðlunin aukast eða verða virkari. Svo þegar fólk tók að færa sig aftur í verðtrygginguna að þá birtu við grein og sögðu nei það skiptir einhver máli, það miðlunin alveg mikil í verðtryggðu lánunum eins og hinum og nú þjóðin að færa sig, sérstaklega í húsnæðismarkaðnum, yfir verðtryggða hlutan. Það hljóta vera vonbrigði fyrir seðlabankastjóra sem hefur talað mjög fyrir góðum áhrifum þess að vera í óverðtryggðu hagkerfi. Ég sjálfur persónulega hefði viljað sjá Ísland fara í óverðtryggð lán
og það ekki að ganga eftir. Við sjáum til, menn ef við náum verðbólgu núna niður núna með ótrúðum hætti, þá mun það gerast. Og sko... Það þá tilraun 2? Já, sko, nei, ég er ekki saman. Ég skal segja, þegar ég var seðlabankastjóri, sem kom 4-5 ár síðan, þá voru allir í verðtryggðum. Og einhverju leyti var þetta ákveðið lag í gegnum COVID, vaxtalækkanirnar líka ákveðnu hluti sem við hliðrum til fyrir bankana, að þeir gætu farið út í ótrúð lán. Og þeir hafa tekið sér ótrúð lán og lánað út og við erum núna að sjá bankakerfi sem hefur rauninni er með að taka lán til heimilana og miklu öflugri bankar. Vaxtamunur hefur síðan minkað verulega á húsnæðislánum kjölfarið. Og ég er að segja að þessar stofnanir, þær eru bankarnir þeir sérstaklega. Þeir eru konið með lán heimilana. Það þegar ég fjármagnar sig úti með sérhættulegum útgáfum og það er komið þá sterkur grunnur til þess að við getum byggt upp nafnbástakerfið til framtíðar. Vonandi að geta lengt í. Og eina sem þarf bara að gera þetta að ná verðbólgunni niður, þá mun þetta gerast. En auðvitað ef við náum ekki verðbólgunni niður, þá förum við aftur tilbaka í verðtryggð kerfi. Og ég held líka ef við tala verðbólgseigninguna, þetta er einhverju leyti sem að það sem ég hefði líka séð fyrir mér. Að þegar öll heimilin væru komin í nafnbástarlán og þá myndi það skapa mikið þrýsting á verkalýðshreyfinguna að semja þannig að það væri hægt að lækka vexti og það var það sem gerðist. Og að því að ég held að öll orðræðin kringum kjarasamninga hún var eiginlega bara, eins og ég segi, bara með réttum hætti, þar að segja, það var bara að tala hluti, bara ekki... Það er allt annað hljóð í stróknum? Já, og sem bara mjög gott og ég held að það stafa því að fólk er komin í nafnbástarlán. Þessi verðtryggðu lán voru þannig að einhvern verðbólgan bara flauti í gegn. En þú nefnir verkalýðshreyfinguna, það er önnur hlið á peningnum. Þið eruð í myndsláttunni, þú þekkið þetta vel. Það er ekki sama myndin. Hinum einn á peningnum er ríkisvaldið og ríkisfjármálin sem ykkur er tíðrætt Nú horfum við upp á það í viku hverri að ráðherrarnir sem að vera búa sig undir kosningar koma með útgjaldaloforð, þá var tvöfaldar listamannalaunin, þá að dæla hér peningum í þjóðaróperu, þá að reisa þjóðarhöll, þá að reisa hér brú yfir Fossvog sem enginn mun nota fyrir 10 eða 14 milljarða. Þið hljótið að svitna á efri vörunni þegar þið sjáið öll þessi útgjalda fyrirheit, því að það hlýtur að kynda undir ekki bara skuldsetningu ríkissjóðs sem er enn rekin með bullandi tapi og þar með peningaprentun, heldur hlýtur það íta undir verðbólguvæntingarnar um leið. Já, er þetta ekki óábyrgt af stjórnvöldum að tala með þessum hætti inn í þessar aðstæður? Ég vil kannski ekki segja það, en eins og ríkisfjármálin skipta miklu máli og einhverju leyti þegar COVID áhætti kom, þá einhverju leyti var ríkisfjármálastefnan einhverju leyti tekin sambandi. Af hverju myndur ekki segja það væri óábyrgt? Ég held að... Er þetta kyndur undir verðbólguálagi? Já, ég held að ég held að fjármálaráðherra hafi ekki talað með þessum hætti, ég held að hún átti sig alveg á því. Hún hefur sagt að þjóðarhöllin sé í algjörum forgangi. Já, ég get ekki tekið að mér að forgangsta ríkisútgjöldum, en Þú ert ekki maður einhamur? Nei, ég held að það var að koma út fyrir mitt umboð, en auðvitað skiptir það mjög máli að ná ríkisfjármálum saman. Og þetta lendir átt á saman tíma, áfallið vegna Grindavíkur, 1% þjóðarinnar missi heimilið sitt, Það er nóg af útgjöldum svo að menn bæti ekki við óþarfa. Já, ég er alveg sammála því og það er auðveldara að vinna í ríkisfjármálum þegar það er hagvöxtur. Að tekjurnar eru að aukast. Ég ætla þá að fá endur orðaspurninguna. Finnst þér stjórnvöld leggja nægilega mikið af mörkum til þess að ná þessu markmiðan á verðbólgunni niður? Finnst þér þessi atriði sem ég hef talið hér upp og eru bara opir í íslensku fjölmiðlum, einhver Morgunblaðinu, finnst þér þetta vera framlag til þess að ná verðbólgunni niður? Já, við höfum bara eftir að sjá það þegar þau ættu að leggja fram nýja fjármálaáætlun Þar vilt þú sjá aðhald? Ég líka bara hvernig þetta er fjármagnað þessi útgjöldun hvernig ríki fer að því það skiptir máli. Nú er ljóst að ríkissjóður rekinn með halla, þannig að það er í raun bara tvær leiðir til þess, það er annað hvort að skera niður ríkisútgjöld eða hækka skatta,
þriðja leiðin þetta bara að taka meira lánum eins og Steingrímur Hermannsson lagði svo eftirminnilega til. Hvaða leið hugnast Seðlabankanum best í því tilliti? Ef þið þyrftu að velja milli þessara þriggja? Sko, ef þú spyrir Seðlabankann þá vill hann alltaf sem allra minnstar launahækkanir og sem allra sem mestan ágang á ríkissjóði, þannig að auðvitað viljum við sjá sem mest aðhald og Ætlið þið að fara á undan með góðu fordæmi í ykkar stóru stofnun? Já, það er þannig að við höfum rektor Seðlabankans, ég held að raunverið þá sé bankinn að eyða minn núna heldur þegar ég tók við sko. Eitt sem að mér langar til að fara yfir, Samtök ferðaþjónustunnar voru að halda þingsitt núna. Þar eru menn allt annað en sáttur við þig, verði að segja. Það er hvernig hljóðið var í stróknum á fundi þeirra. Þú hefur talað svona, ég leyfi mér að segja með nokkuð undir neikvæðum formerkjum ferðaþjónustuna. Þetta séu láglaunastörf og það gangi ekki að reka hér hagvöxt áfram á þeim nótum. Ferðaþjónustan skilaði 600 milljörðum í gjaldeyristekjur á síðasta ári. Það hlýtur að vera ein af grunnstoðum velmegunar Íslands í dag. Erum við ekki full neikvæðir gagnvart þessari grein sem að leggur þetta drjúgan skerf inn í þjóðarkökunum? Já, sko, ég er ekki sammála, ég hef talað neikvægt ferðaþjónustuna. Ég man nú bara lengi vel eiginlega eini vinnur þarna ferðaþjónustunnar í þessu landi. Nei, sko, þegar ég var að tala þetta þá var ég ekki endilega bara að tala ferðaþjónustuna yfir höfuð. Og það er alveg ljóst að ferðaþjónustan náttúrulega hefur skilað, þetta er mikilvægast að þarna útlendskri landsins, sem við sáum bara hvað gerist þegar hún hvarf í COVID-19. Þannig ég er ekki móti ferðaþjónustunni, hins vegar sko, og þegar ég talaði það að það var ekki góð strategi að reka hagvöxt með því að flytja inn láglaunavindum, þá var ég talað bara svona almennt séð, það er miklu fyrir greinar sem er að því. Því það skapar þetta miklu álag og þannig að sko en ég vil ferðaþjónustunni allt besta. Þetta er með mörgleiti grein sem að passar mjög vel fyrir okkur. Því að allt inni hefur þjónustan hjá okkur orðið að útlendingi. Hins sem alltaf velta fyrir sig hvernig ætlum að gera þetta og hversu marga ferðamenn ætlum við að taka við og ég veit að það hefur orðið mikið hreyfingu í að fara í virðismeiri þjónustu. En ég segi það kannski frekar ef ég bara sko vitna í mann sem við þekkjum vantilega báðu vel sem er Martin þarna Lúther sko. Hér stend ég og get ekki annað. Með 20% hagvöxt og við erum að vera 400.000. Bara kostnaðarþrýsting á öllum sviðum. Og þá auðvitað verðum við að bregðast því með því hækka vexti. Við reyna að halda aftur að þessu. En auðvitað væri það náttúrulega óskandi að það væri einhvern veginn að vinna betur úr þessu sko. Þannig að það væri ekki svona hraður vöxtur. Þið hafið beinlínis áhyggjur af hinu gagnstæða þegar maður les nýjasta fjármálastöðugleikaritið ykkar sem kom út nýverið. Þar gerið þið að talsverðu umræðuefni stöðu flugfélagana sem er sannasagna báborin í dag. Gengið þeirra mjög lágt í Kauphöll, annað félagið að sækja sig fé á markað, bókanastaðan ekki góð og ferðaþjónustan sjálf talar að það séu mikla blikur á lofti. Hafið þið engar áhyggjur af því að það komi högg á hagkerfið einmitt vegna þess að hingað drífa ekki fólk út af dýrtíð, háu gengi krónunar og öðru slíku? Jú, svona almennt séð og þá er það gömul sagan í Íslandi að áföll í útlendisgreinum að það er valda okkur áhyggjum. Heldur það sé yfirvofandi áfall? Nei, ég er ekkert endilega þarna viss það, en þess að þarna nú er það þannig að það er náttúrulega mörg flugfélög sem flytja fólk til landsins. Ég held að ég fari rétt með að Play hafi eitthvað kringum 10% markaðshlutdeild ferðum fólk til landsins, bara sem dæmi. Ég held að erlend flugfélög sem komum bara með mjög mikið. En ekki þessi vöxturinn sem er eitthvað leyti vandamál, hvað gerist rætt. En svo ég segi bara alveg skýrt, ferðaþjónustan og sjávarútvegurinn, þetta er okkar helstu greinar í útlendingi og álaunaður líka. Þetta skiptir að máli að þau þarna gangi vel.
en á saman tíma líka þá erfitt að vaksa mjög hratt sko og það þýðir það akkur vextirnir okkur eru háir. Vandi fylgir vaxandi hverri? Já, og þú veist, og þetta einhverju leyti sko, við erum lítið opið hagkerfi og það gerir það verkum að mögulega við erum háð því sem gerist í öðrum löndum. En ef það mikil ferðagleði í öðrum löndum þá kemur mikið fólki hingað og þá vex þetta, allt sem mjög hratt. Og kannski erfitt að hafa alveg hægt stjórn á því sko. En ég hins vegar mjög ánægður yfir því að aðhaldið sem við höfum beitt hefur orðið til þess að útlendingur hefur aukast. Við höfum séð viðstajöfnuð vera að batna. Við höfum séð þensluna að þjóðarútgjöldin vera að minnka. Þannig hagkerfi þetta að virka með réttum hætti. Þú ert bjartsýnn? Ég alltaf bjartsýnn og erum við í öfundsverðri stöðu þó að við séum undir drápsklyfjum hárra stýrivaxta? Já, ég held við séum það að mörgu leyti, já. Ég held að ég held við séum það. Við erum með mjög margt sem öðrum þjóðum vantar, eins og bara þessi orka sem við höfum, sem eitt helsta vandamáli og það auðlindi sem við erum með, en auðvitað þjóðin náttúrulega mesta þannig auðlindin og við erum bara með kerfi sem bara vex mjög hratt og þess vegna eru vextirnir háir og það er bara mjög margir sem ætla að gera of mikið á stuttum tíma, kannski meira þannig. Og þetta er ekki bara vextirnir sem, ég vil ekki ástæða þetta ekki bara vextirnir sem eru háir, heldur við erum með þrengri takmarkanir á fjármálakerfinu. Já, ég heldur sem með hærri eiginfjárkvaðir heldur en á bönkunum heldur en tekist annars staðar. Þú heldur ekki, þú veist það. Já, og við erum með og alls konar og mjög hart fjármálaeftirlit. Við komum veg fyrir áhættutöku og svo framvegis. Við erum líka með lánþáttaskilyrði og allt þess að halda aftur á kerfinu. Og þetta er svo að halda aftur á ólmum hesti sko. Ertu tamningamaður þjóðarinnar? Nei, en ég er að segja þú bara sér þá og þetta er erfitt verkefni. Ég held að og það sem við höfum gert í Seðlabankanum er að setið yfir þessu, farið yfir þetta, hvar eru veikleikarnir, hvað getur klikkað og reynt að bregðast við og en samt sem áður, við erum með þessa þenslu, við erum með þessa verðbólgu og þá verðum við þess að hafa stýrivexti og en ég er bara ekki ástæð það sko að einn helsti kosturum við, það búið snúa eins og takum við aðra mynd, það búið snúa þessu rökum alveg haus sko, að einn helsti kosturum við að vera með krónuna er að geta beitt sjálfstæðri peningastefnu, að hafa stjórn á þessu. Þér myndi ekki líða vel að við værum ekki með krónuna og sjálfstæða peningastefnu í þessum vexti? Ég meina þá hefðum við eiginlega enga stjórn neinu. Og þarna að þá það er eins og taumlaus frakkur hestur? Já, og það er náttúrulega það sem náttúrulega mörg lönd hafa orðið fyrir þegar það gengið í það er okkur kostur og galla við að taka upp evru. Ég er ekki að segja það, en það að við þó skulum hafa haldið aftur af vextinu. Þú nefnir fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn er banki bankana. Já. Nú ætla ég að fá þig til þess að útskýra eitt fyrir þjóðinni sem að hvílir á henni. Er Landsbankinn ríkisbanki, ríkisfyrirtæki eða ekki? Sko það er þannig að, náttúrulega þetta var eiginlega ég segi eins og Stelli Ólofi, hver á þennan bústað já eða nei? Sko Landsbankinn er náttúrulega hlutafélag sem eigu þarna ríkisins og og ég ætla að snerta á þessu máli sem ég veit þú ert að fiska eftir, þá bara ég held sko sérstaklega eftir að þegar salan á Íslandsbanka hefur verið kláruð og hann er orðinn þá að fullu í einkaeign, þá þetta mun vera horft til þess á þarna sko Landsbankan og því hann er náttúrulega á samkeppnismarkaði, það mun vera horft til þess hvað þarna tengsl eru við þarna sko eigandann, bæði hvað var það hvort að bankin njóti ríkisábyrgðar með einhverjum hætti, óbeinum hætti eða hvernig það virkar og líka hvort að ríkið hafi þarna afskipti á honum. En hann er ríkisbanki. En við Seðlabanki lítur á alla eigendur jafnt út frá fjármálaeftirliti. Við álitum að
ríkið líka vill fá arð eins og hver annar eigandi og þú veist, skilur þannig út frá fjármálaeftirliti þá gerum við ekki greinarmun á því hver eigandinn. Við reynum að tryggja það að þeir séu sko, allir bankarnir eru í samkeppni, þetta sé sko, hvernig var það sko, þetta sé fair play. En Landsbankinn ríkisbanki eða ekki? Hann er í ríkiseigu, það er alveg hrein. Og já, ég held að þjóðin varpi öndin léttar inn í páskavikuna vitandi þetta. Nei, ég meina, síðan við séð átti ríki 98% hlut í þetta bankanum, en það er til mig að tjá mig þetta mála því að náttúrulega þessi kaup á TM náttúrulega munu koma til kasta fjármálaeftirlitsins og til mig að Ég skal hlífa þau frekar spurningum en það var þetta það eina sem að hvíldi á mér þessa stundina. Þetta hefur verið upplýsandi spjall, Ásgeir. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna í spursmál. Þakka þér. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við ætlum síðan að fara í örstutt páskafrí eins og vonandi þjóðin öll. Einhverjir skellar sig á skíði, aðrir borða bara páskaeggin. Við ætlum ekki að skipta okkur að því hvað fólk velur í þeim efnum en við hlökkum til að sjá ykkur hér að nýju innan tíðar.